Velkomin í fyrsta þátt Snirpu, aðdáenda podcast Miðflokksins, þar sem við ræðum málin af alvöru, án þess að klappa fyrir spillingu, undirlægjahætti eða málamiðlunum sem bitna á venjulegu fólki. Þetta ekki venjulegt spjall, þetta hrein, hrá og ómeðhöndluð umræða frá fólki sem hefur fengið nóg af sjálfvirku samþykki, nóg af orðskrúði, tími til kominn að tala hreint út. Í dag ætlum við að velta fyrir okkur hvað varð rödd fólksins, af hverju sífellt verið að þrýsta á Ísland að fórna sjálfstæði sínu, hvort sem það í gegnum orkupakka, fjölgun ráðuneyta eða endurtekna undirleggjuhætti við Brussel. Förum fyrst yfir það sem stendur upp úr vikunni. Byrjum á orkupakka 4. Enn og aftur þrýst á að samþykkja reglur sem við hvorki skrifum né stjórnum. Og hver tekur til varna? Jú, Miðflokkurinn. Það væri hægt að halda heilan þátt að orkupakki 1 og sér, en kjarni málsins þetta: við eigum ekki að selja sjálfsákvörðunarrétt landsins fyrir skammtíma gróða. Punktur, ekki meira. Punktur, basta, bannað að breyta. Næst, landbúnaðurinn. Það á að opna fyrir ódýrt innflutt kjöt. En hver hugsar íslenska bændur? Þeir sem lifa af jörðinni. Þeir sem byggja upp dreifbýlið og þjóðaranda. Það sem bændur þurfa ekki skýrslur og útboð, heldur stuðning, verðstöðugleika og virðingu fyrir íslenskri matvælaframleiðslu. Svo má ekki gleyma heilbrigðismálunum, að meðan milljarðar fara í ráðgjafa og óþarfa greiningar, þá bíða aldraðir og veikir mánuðum saman eftir þjónustu. Hver ber ábyrgð á því? Við vitum hverjir spara í rangan enda og það ekki fólk eins og Sigmund Davíð sem lætur það á talið. Tökum smá hlé frá umræðinu og rifjum upp eitt af mínum uppáhaldsaugnablikum úr þingsalnum, þegar Sigríður Andersen stóð upp og sagði: Þjóðin á að ráða, ekki Brussel. Já, það var moment. Í stundum það bara ein rödd í salnum til að kveikja í fólki út í samfélaginu. Því fólk þreytt á því að fá aldrei að ráða. Og það vitum við í Miðflokknum. Við viljum fá að heyra frá ykkur. Hvaða mál skiptir ykkur máli? Hvað viljið þið að við tökum fyrir í næsta þætti? Sendið okkur skilaboð á snirpa@gmail.com eða á samfélagsmiðlum. Við erum bara rétt byrjuð og við ætlum ekki að hætta fyrir en rödd fólksins hefur fengið sér réttmætan sess í þjóðfélaginu. Þangað til næst, verið hörð, verið heiðarleg og verið með sannleikann með ykkur. Snirpa segir það sem aðrir þora ekki. Við segjum hlutina beint út. Fyrir Ísland, fyrir fólkið, fyrir framtíðina.